Þá komið að marsleiðsögn fyrir tvíburana. Þetta opinn lestur áver fyrir suma, alls ekki alla. Svo takið til þess sem eigi, við dæmdum okkur besta lesturinn. Byrjaði að athuga hvað tvíburar að tala við. Uppákomur, leiðsögn og framtíð. Ok, kæri tvíburu. Það sem ég er að sjá, þú færð stundum svo stórar hugmyndir. Það hefur fylgt þér, sýnist mér eiginlega bara alla tíð, en þú færð svo oft þessar stóru hugmyndir sem eru mjög fallegar, mjög fallegir draumar. En þér hefur hætt til að æða svolítið fram, þú veist, fara svolítið geyst í hlutina, farið að svolítið miklu hraða og offorsi inn í draumana eina og fyrir vikið kannski ekki byggt nógu góðan grunn. En þetta virðist fylgjar og þú verandi líka loftmerki, samskiptamerki að þú dettur kannski svolítið mikið inn í hugmyndin og drauminn og veður áfram á þess að hafa vaðið fyrir neðan þig. Ferð svolítið hratt í hlutina og það sem hefur verið í fortíðinni, verið aðeins að minna á það að þetta eitthvað sem hefur endurtekið sig að því ég að sjá þetta líka núna. Það verið að sýna þér þetta í dag líka. Þú ert svolítið gætt að vera með þessar stóru hugmyndir og drauma, mjög fallegir, en þú átt að til að vera svolítið með hausinn í skýjunum, horfa svolítið mikið upp í stjörnunar, þú gleymir svolítið því sem að þú ert með í höndunum, þú þarft að sinna því sem þú ert með í höndunum. Ekki bara taka það og dreyma áfram. Það sem framundan hjá þér núna á næstunni að ég held þú ert svolítið að átta þig á þessu. Þú ert að átta þig á að þetta það sem þú hefur endurtekið ansi reglulega, hvort sem þetta gagnvart bara einkalífinu og samböndum eða í starfi, í áhugamálum, í atvinnu, jafnvel í sjálfsköpun, þetta sem þú býrð þér til. Þú ferð svolítið hratt af stað með hugmyndirnar, ferð svolítið hratt af stað í samskiptum og í samböndum og nærið ekki að móta nógu góða grunna þegar þú ert að drífa þér svo mikið í drauminn. Missir á ferðalaginu, það svolítið það og það fylgir þessu svolítið. Þú ert svo upptekið af lokamarkmiðinu að þú gleymir ferðalaginu. Ætlar alltaf bara að hrópa frá A í B, en þetta ekki A í B, heldur þetta A í Ö og það hérna allt stafrófur á milli sem að þú stundur hleypur yfir. En þú ert að fara að átta þig á þessu, sýnist mér. Og fara að sjá þetta miklu skýra sig sjálfu þér. Þetta verður svona pínu aha-moment og kannski ekki rosalega þægilegt aha-moment, meira svona eins og köldgusa í andlitið aha-moment. Þar sem þú fattar, úps, ég búin að koma mér í vandræði. Þetta munstur hjá mér hluti af vandamálinu. Þess vegna ganga hlutinir ekki alltaf upp hjá mér. Og það ekki alltaf bara aðstæður voru ekki eins góðar og hefði þurft eða hinn aðilinn. Heldur ert að sjá sjálft þig. Við eigum alltaf eitthvað hlut í okkar eigin lífi. Það ekki hjá þig komið sama hverjar aðstæður eru. Við eigum líka alltaf eitthvað hlut í því sem maður gengur á. Og leiðsögnin þín að halda áfram að líta inn á við. Þú þarft að hafa einbeitinguna svolítið mikið þar núna, á sjálft þig, á þinn innri mann. Þú þarft að vera í svolítið mikilli ígrundun inn á við að rækta það sem þú ert og sjá sjálft þig. Og þetta sjá sjálft þig með öllum þínum mannlega breyskleika og göllum, án þess að dæma sjálft þig, án þess að setja út á það, án þess að gera lítið úr því og án þess að afsaka eða réttlæta
heldur bara sjá, hérna er minn briskleiki, ok, þetta bara er þarna. Eins og ég segi, hvorki án þess að afsaka og án þess að dæma. Bara sjá það eins og það er, bara hlutlaust, bara átta þig á þessu. Þetta er skrítið ferli en þetta er svo mikils virðis að fara í gegnum það. Og í framhaldinu það er mjög undarlegur tími framöndan hjá þér. Það verður að játast. Það er mjög undarlegur tími framöndan hjá þér af því að með þessum uppgötvunum sjálft þig, með þessari djúpu skoðun á sjálft þig, þá ert að róta upp í svo mörgu. Sum ykkar eru kannski að horfa síðasta árið, sum ykkar eru að horfa í síðustu árataugi. Það fer bara algjörlega eftir hvernig lífið landi hjá hverjum á einum og við höfum all mismunandi reynslur og höfum verið hérna í mismunandi langan tíma á þessari jörð núna. En þetta verður mjög undarlegur tími þar sem þú ert að róta upp, þú ert að setja þessu uppgötvun og skoða svo margt úr fortíðinni. Þannig að þetta er mjög mikil uppgötvun og það er mjög skrítið tímabil framöndan hjá þér. En þetta er rosalega mikils virðis. En við skulum fá aðeins auka innsýn hér. Það sem er verið að sýna svolítið hér er svolítið líka bara ástæðan fyrir að þú ert í þessu uppgötvunarferli núna er að þegar ég sé að nýlega þá hefur verið einhver endir. Eitthvað hefur endað, eitthvað hefur tekið enda, hvort sem það er samstarf eða samband, jafnvel ástarsamband. Eitthvað hefur tekið enda og þetta er endurtekning. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem að hlutinni ganga þennan, fara þessa hringrás fyrir þig. Nánast bara svona copy-paste aðstæður. Og þetta er óþægilegt og þetta er líka sárt og mörguleyti bara djöfulegt. Þetta er ekki það sem þú varst að vonast eftir af því að þið var að dreyma eitthvað allt annað. En það tók enda og já, það er sárt. En hins vegar þá bara vinnum við úr því. Og það er akkurat það sem þú ert að gera finnst mér, eða ert allavega að stefna í það er að þú ert að gefa svolítið eftir bara í tilfinningar þínar og gefa eftir í að sjá þetta, ok, ég er að endurtaka sömu munstrin aftur og aftur. Þetta er ég. Ég þarf að gangast við því. Það er ekki hægt að benda fingri. Núna þarftu að skoða mig. Og þú ert einmitt að stefna svolítið í það bara, og út frá því að þú ert að sjá, ég er að endurtaka eitthvað munstur, ég er að meiða mig, ég er í sársauka og ég verð bara að játa það þegar oft okkur hættir til, sérstaklega í ykkur loftmerkjunum, hættir til þegar þið fara ekki erfiðleika eða einmitt ykkur endalok, einhver sambandsslit eða enda á samstarfið einhvers staðar, stökkur svo beint í jákvæðinu og segir bara já, þetta er bara gott að blessa og svona átt þetta að vera og bara reynum að gera gott úr þessu. Og ætlið alltaf að hlaupa yfir sorgina. En við þurfum eiginlega að finna hana líka og það er svolítið það sem er kannski að grípa í rassinn á þér núna. Þú þarft svolítið að gefa eftir í sorgina og leyfa þér að finna hana af því það er það sem er að ýta þér í þessu uppgötvun sjálft þig. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því að þetta verði þér ofviða. Þú hefur alveg nægilega sterkan grunn til þess að halda jafnvægi þrátt fyrir að vera að fara inn í þetta uppgötvunarferli og fara inn í mjög skrýtna tíma. Af því að það er, eins og ég segi, það er framundan þetta að þú ert að garfa mikið í fortíðinni,
Þú ert að sjá hvernig þín munstur hafa haft áhrif á líf þitt í lengri tíma, þessar endurtekningar, og það fylgir því að þú þarft að gera upp alls konar sársauka, og einmitt sársaukan sem að þú oft demdir bara svona undir teppið og settir bara einhverja jákvæðni ofan á, mjög eðlilegt, en við þurfum líka að fara í gegnum sorg og sársauka í lífinu, það er ekki hjá þau komist. Þannig að í þessari eftirgjöf, þar sem þú ert að gefa eftir í uppgötvun á sjálfu þér, gefa eftir inn í tilfinningar þínar, gefa eftir í sannleikann, og án þess að vera hagræða, með því að ég mitt að vera alltaf að svona endurmóta kannski þér í hag, bara aðstæðum og hvernig þú sérð hlutina, heldur bara horfa hlutlaust á það, ekki afsaka og ekki dæma, bara horfa á staðreyndirnar. Þetta verður svona afsakið pínum brútalt í framhaldinu, en þú hefur alveg jafnvægi til þess að þrauka gegnum það. Þetta verður ekki ofviða, þó svo að það verður þarna tímabil sem að þú átt eftir að finna fyrir kvíða og óþægindum og finnast að þú getur þetta ekki, en þú getur þetta. Ég er til að segja það, þú getur þetta bara víst. Ég ætla að fá hérna eitt orkutál í lokin. Svona, draga hérna blindandi eitthvað. Og það eru öldurnar, hafið, og það er áminning að við höfum ómældan kraft og orku innan með okkur, við höfum tengingun okkar við okkar aðra sjálf, við okkar aðri mátt, náttúruna, hvað sem við vilt kalla. Við höfum þessa tengingu alltaf og ávallt, og við höfum þessa ómælda orku til staðar fyrir okkur, þó svo að það ber ekki á því, þó við sjáum það kannski ekki og þó það sjáist ekki utan á okkur. Og líka þegar við erum að fara í gegnum erfiðleika, þegar við erum að fara í gegnum öldur lífsins, þegar við erum að fara í gegnum undarlega tíma, þá missum við aldrei tenginguna við þetta afl sem við erum öll tengd í. Við megum ekki gleyma því. Og þetta er svona ákveðin áminning í því að hafið er alltaf hafið, hvort sem við erum að horfa í óveðri og storm eða horfum í lygnan sjó. Og þó svo að við horfum á sléttan lygnan sjó, að þá efumst við aldrei kraftinn og máttinn sem hafið hefur, þó svo að það ber ekki á því á yfirborðinu akkúrat núna. Og sama gildur okkur. En þá ætla ég að segja þessari leið lokið. Ég vona að skilaboðin allir sönnur til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.